Komið sæl, í dag hefur verið norðlæga átt á landinu, strekkingsvindur allra austast en hægari vindur bæði sunnan og vestan til og að það var dálítil úrkoma með köflum norðan og austan til á landinu en yfirleitt bjart suðvestan til. Og á yfirlitskortinu frá hádegi í dag þá má sjá að það er hæð fyrir norðan okkur og eins yfir Grænlandi og suðuróta Grænlands en hér fyrir austan okkur eru lægðasvæði og það gerist ekki ýkja mikið á þessu sviði næsta sólarhringinn. Við verðum áfram með þessa lægðir hér fyrir austan okkur þannig að vindur verður norðlægur hjá okkur. En svo seinna í vikunni þá kemur lægðasvæði upp að suðvestanverðu landinu. Og á hitasviðinu þá má sjá að það er tiltölulega svalt loft yfir landinu okkar. Kaldast síðastliðna nótt fór í tæp 5 stiga frost á Torfum í Eyjafirði en hitinn í dag náði að fara upp í 12 stig undir Eyjafjöllum og eins á Korpu. Og til morguns þá gerist ekki mikið heldur á hitasviðinu. Það verður kalt hjá okkur í nótt og hitinn víða svona rétt í kringum frostmark en hádaginn á morgun er gert ráð fyrir að hitinn verði svipaður og í dag svona frá 4 og upp í 12 stig. Og skoðum hér hvernig vindur og úrkoma er næsta sólarhringinn og einnig skýjahula sem er táknuð hér með svona gráleitum lit. Þá er búist við að verði úrkomu lítið að mestu leyti í nótt en þó af og til verður einhver úrkoma hér með norður- og austurströndinni og eins norðan til á Vestfjörðum en á morgun er búist við að skýjahulan brotni talsvert upp bæði hér sunnan og vestan til á landinu. Og hádegi á morgun er staðan eitthvað þessu lík, norðlæg átt hjá okkur, yfirleitt svona 5 til 10 metrar á sekundu, en yfir hvassara hér með austurströndinni, skýjað að mestu leyti, norðan og austan til og stöku él eða skúrir, en bjartviðri að mestu leyti sunnan og vestan til á landinu. Og hitinn svona frá frostmarki inn til landsins upp í 10-12 stig sunnan og vestan til. Og svo á miðvikudag verður vindur suðlægur eða breytilegur, fremur hægur allan daginn en þá er reiknað með að þykkni smám saman upp vestanvert landið og einhverjir skúrir verða hér suðaustanlands miðjan dag en dálítil væta allra vestast seinnipartinn á miðvikudag og hitinn áfram svipaður. Og svo á fimmtudag er útlit fyrir suðlæga átt áfram hjá okkur, skúrir víða sunnanvert landið en rigning eða súld með köflum vestan til og yfirleitt bjartviðri á norðausturhluta landsins og hitinn áfram svona frá 3 og upp í 10 stig. Og svo á föstudag er útlit fyrir að komi lægð upp að landinu og þá verður vindur austlægur, rigning eða súld með köflum allt sunnan og vestanvert landið en lengst af þurrt norðaustan til en líklega einnig einhver væta þar seinnipartinn á föstudag og hitinn er áfram svona frá frostmarki og upp í 8-10 stig. Og ef við skoðum hér önnur lönd í Evrópu þá er gert ráð fyrir því að það verði lægðasvæði hér við Bretlandseyjar og úrkomusamt þar, skýjað með köflum og nokkuð bjart veður á Norðurlöndunum og eins víða hér miðbik álfunnar en skýjað í Istanbúl og þrumuveður á Sardínu. Og á Íberíuskaga er gert ráð fyrir að verði skúraveður í Portúgal en annars þurrt og eins er gert ráð fyrir skúraveðri í París. Og á Kanaríeyjum er gert ráð fyrir að verði skýjað með köflum eða bjartviðri og hitinn svona rétt í kringum 20 stig. Og í Norður-Ameríku er útlit fyrir að verði rigning með köflum hér suðvestan til í álfunni en þurrt suðvestan til en rigning hér suðaustan til og eins er gert ráð fyrir að verði rigning í Seattle á morgun. En hjá okkur er útlit fyrir norðlæga átt, svipa veður og var í dag, bjartviðri að mestu leyti sunnan og vestan til en dálítil væta með köflum norðan til. Verði sæl.